Já, gott kvöld, kæra vondur og verið hjartanlega velkomin í lýsingu frá leik Aftureldingar og KA í úrslitakeppni Mizuno-deildar karla í Blaki. Það er gríðarlega spennandi leikur framundan. HK er nú þegar komið í úrslitaleikin eftir að hafa unnið Þróttnes í 3 leikjum. En það er að bíða og sjá bara hvaða lið mætir þeim. KA getur með sigri í kvöld og treyst sér í úrslitaeyfið. KA vann fyrsta leikinn 3-0. Afturelding svaraði hins vegar í Mosó. Unnu þann leik 3-1. En KA svaraði svo aftur og vann 3-1 í KA-heimilinu. Það er spurning hvernig heimamenn svara núna. Við byrjum að kynna fyrirliða og þjálfaraliðana. Byrjum á fyrirliða KA. Leyfum þeim að kynna liðin til leiks. Þjálfari KA, Filip Pavel Sefcik. Fyrirliði Aftureldingar. Númer 15, Knut Kemfestur. Það mun mikið mæða á Quinten Moore. Leikmanni KA hefur verið svona þeirra stjörnuleikmaður. KA endaði auðvitað í efsta sæti Mizuno-deildarinnar 41 stig. En Afturelding var í neðsta sæti með 11 stig. Það hins vegar verið öflugir í úrslitakeppninni. Þannig Afturelding vann Stjörnuna í 8 liða úrslitum. Eða í fyrstu umferð eins og við kalla þetta. Unnu Stjörnuna 3-0 í 2 leikjum. Þessast í báðum leikjum. Og það er með Aftureldingar. Númer 7, Sebastian Sverrisson.
eru liðin að gíra sig í þessa fyrstu rinnu. Afturhelding sem að byrjar þennan leik. Hér kemur uppgjöfin. Þetta leit ágætlega út en Káa fær fyrsta stigið sem fór yfir allan völlinn. Getur átt verið erfitt að koma sér í gírinn í þessum uppgjöfum. Ævar Freyr með uppgjöfuna, þetta vel gert hjá Afturheldingu, taka vel á móti þessu og svo kemur smassi yfir og Afturhelding jafnar þetta 1-1. Þá ætlar Felix Þór Gíslason taka þessu uppgjöf. Já, þetta fínasta uppgjöf, svo fara upp lotti. Þetta fínasta stig sem að Káa fær hana. Sigþór Helgason sem átti þetta. Nú verður Alexander Arnar Þórisson í uppgjöfuna. Já, þetta styrtilega vel gert. Og svo kemur smassi, en þetta góð vörn. Virkilega góð vörn. Sýnist að vera Mason Kastner hana. Sem tók þessa hávörn. 3-1 Káa. Og þá hendur auðvitað Alexander bara áfram. Í uppgjöfunum. Já, hér kemur hún. Boltinn upp í loft. Sebastian sem einhverja truflanir. Afturhelding að fá þetta stig 3-2. Og býst innir afsökunar á þessum truflunum. Og verið að vinna í því að laga þetta. Útsendingin virðist vera dottin út en eins og ég segi það verið að vinna því að laga þetta. Vonum að við fáum mynd bara sem allra fyrst. En þau segja mikilvægt fyrir Afturhelding að koma tilbaka, verða að fá 8 leik. Væri magnað ef að liðið færi nú alla leið í úrslit svona með við gengið á tímabilinu. Margir sterkir leikmenn í liðið Afturheldingar. All right. I tried to make it Sunday, but I got so damn depressed that I set my sights on Monday and I got myself undressed. I ain't ready for the altar, but I
sure can be a friend of mine. But I keep on thinking about you, sister golden hair surprise. And I just can't live without you. Can't you see it in my eyes? I've been one poor correspondent. I've been too hard to find. But it doesn't mean you ain't been on my mind. Will you meet me in the middle? Will you meet me in the air? Will you love me just a little, just enough to show you care? Will I try to fake it? I don't mind saying I just can't make it. But I keep on thinking about you, sister golden hair surprise. And I just can't live without you. Can't you see it in my eyes? Now I've been one poor correspondent, and I've been too hard to find. But it doesn't mean you ain't been on the mind. Will you meet me in the middle? Will you meet me in the air? Will you love me just a little, just enough to show you care? Will I try to fake it? I don't mind saying I just can't make it. Giddy up and get away. Oh, we're going crazy.
Þetta endar helviti. Já, þá eru aftur komið mynd úr leiknum, vantar örlítil umhverfisljóð en við erum að vinna í því. Staðan er 12-9 fyrir Aftureldingu. Hafa komið sterkir tilbaka eftir slaka byrjun en þetta lítur nokkuð vel út hjá heimamönnum. Þetta er fínasta smass þarna, svo setur hann boltan aftur upp og reynir svo aftur en fínasta hávörn hjá KA-mönnum. Og alls konar dans í gangi. Þá fáum við uppgjöf frá KA. Hævar sem tekur þessa uppgjöf, býtur við inn á þeirra að bjarga þessu. Já, þeir gera það. Og svo boltinn alla leið yfir hinum megin. Þá koma gestirnir, þetta er virkilega vel gert þannig á Quintin. Og þeir ná í stíði KA, vel gert. 12-12. Fengum engan dans þarna reyndar. Þá heldur Ævar áfram að taka þessar uppgjafir. Já, þetta er fínasta uppgjöf hjá honum. Boltinn upp og það er svona smassið. Og Afturelding fær þetta stig. Eduardo Herrero Berenguer. Einn hættulegasti maður Aftureldingar. Duglegur að sækja stiginn. Hér kemur uppgjöfin, gera þetta vel. KA-menn og svo kemur Quintin. Og fínasta smassið á að halda þessu gangandi og Eduardo yfir. Svo kemur smassið en þessi bolti voru lengst upp í loft og Afturelding missir stigið. KA-menn að jafna leikinn. Þá kemur Alexander, já, setur þetta yfir. Og svo kemur Basti með smassi, þetta er virkilega vel gert hjá honum, 14-13. Ekki smá hæð á drengnum líka. Nú fer hann í uppgjöfuna. Hér kemur hún. Já, þetta er fínt hjá honum. Svo kemur Quintin. Og vel gert hjá Aftureldingu. Basti setur hann upp. Þeir yfir netið. Já, þetta er vel gert hjá gestunum. Leikurinn ennþá í fullu gangi. Þetta er löng sókn. Og svo er þessi bolti út af hver á stíð, maður sjá. Er Afturelding sem á þetta, eða hvað? Nei, það virðist vera að gefa KA stíð. 14-14. Og sýnist þarna Eduardo eitthvað vera mótmæla þessu. Já, umhverfisljóðin eru mætt. Og Quintin í uppgjöf. Taka þessu upp hjá morgun, nei, nú kemur hún. Þetta er fínasti bolti, svo fer hann upp. Það fleitaði sig yfir, þetta var ekki nógu gott hjá honum. KA með fátastig, 15-14. Það verður vantarlega að gera háspenna. Það er til loka á þessar himnu og það tekir leikhlé. Og dómararnir að eitthvað sín á milli.
Þokkalega jafn leikur, þetta mikið undir. Og Quintin enn og aftur upp í uppgjöf. Hér kemur hún. Já, þessi út af aftur í fast 10-15. Hér kemur uppgjöfin í höfurum. Já, hann haltaði sig inn á KM og Quintin og vörnin nær ekki að taka þetta, 16-15 KM. Það var að Sigþór með uppgjöfina, boltinn yfir. Smassi, þetta Píot sem á þetta. Fastu bolti, KM fá stíð, boltinn út af. 2 stiga munur. KM býtur nú við. Já, boltinn ennþá í leik. Þau koma þessi yfir. Fór í netið. Já, þess verið að lagfæra töfluna. Nú er það 17-16. Ekki 17-15 eins og taflan sýndi á hann. Já. Vigfús Jónbergsson kominn inn í uppgjöfina. Já, þetta er fínasta uppgjöf á honum. Og svo boltinn upp. Og þeir vinna þetta stig, afturhending, 17-17. Og afturhending á enn eitt stig, 18-17. Men það var bara að rífa sig í gang. Kemur Alexander. Og þetta er virkilega vel gert, en leit út fyrir að boltinn væri að fara út af, en KM posti 18-18. Fílip. Og þetta bara beint í netið, 19-18 afturhending. Kemur uppgjöfin, setur þau upp og þetta er vel gert. Ná að halda þessu gangandi. Eduardo yfir. Þetta er að spila á KM-unum. Ennþá í leik. Svo kemur smassið. Þetta er vel gert hjá KA. Og komið sér yfir. Já, gera það. Og þeir einhver misskilningur á þeirra afturhendingamönnum. Og missa þetta stig 19-19. Og kemur Ævar. Fínasta uppgjöf. Koma þessu upp. Já, þetta er skemmtilegur bótt. Þeir halda þessu upp. Og gangandi og svo var misskilningur að kemur strax yfir. Og bóttinu upp. Og svo kemur smass og þetta er frábært stig. Píot sem næri það. 20-19. Ná hér fórustu. Það verða spennandi þessar síðustu mínútur á þessar hreinu. Ekki náður og fast smass og Káan er í stíi 20-20. Og síðan er Vigfús verið að koma aftur inn á.
og Mason Kastner. Númer 18, Vigfús gefur út á. Vigfús að koma út að segja og Mason Kastner inn á. Kemur Alexander. Það kemur þessu bolta yfir. Svo fer boltinn upp og svo kemur Píot með fasta bolta. 21-20. Nú fer Basti í uppgjöfuna. Það kemur þessu yfir. Svo reynir það að spila þetta. Og Quintin, fastur bolti frá honum. 21-21. Quintin í uppgjöf. Nú ætla KM að reyna að komast yfir aftur. Fastur bolti, þetta er allt og fast. Yfir allan völdi, 22-21 fyrir Aftureldingu. Náðir hér 2 stiga fórustu, væri mjög mikilvægt. Píot. Já, setur þetta yfir. Spilar þetta upp á Quintin. Þrumar. Ég myndi sé hann að Hávarum hefði tekið þetta. 23-21. Nú lítur þetta ekki vel út hjá Káa. Píot, hann ætla bara að halda áfram. Og þessi bara í netið. Klúður hann hjá Píot. Við geta komið þessu í 3 stiga mun. Koma KM. Boltinn yfir og upp. Eduardo yfir. Og reynir að setja hann og Hávarni tekur þetta en virðist að fara í netið að við sýnist. 23-23. Það var Sigþór Helgason framfyrir að taka þessa uppgjöf. Þessi skemmtilega hann í stúðunni með hjálm og fána og alla baka bara. Það er með að taka móti þessu afturlíka menn og Píot kemur þessu yfir. Og svo spila þessu upp á Quintin. Þetta er fast smass frá honum, 24-23. Og mér sýnst leikfrið sem Aftureldinga þarf að taka. Þetta geta verið afar mikilvægt stig fyrir Káa eða ná að loka þessari hinu. Það er Afturelding sem tekur sig seinna leikinn í niður 23 fyrir Káa. Það verður þungt fyrir Aftureldingu að tapa fyrstur hinu. Yfir og Smassi er hann inni. Já, mér sýnist það að vera inni. 25-23, fyrstu hrinu er lokið og Káa vinnur þessa hrinu. Þetta gæti orðið erfitt fyrir Aftureldingu núna. Við sjá hvernig þeir bregðast við. Aftureldingu þetta leit mjög vel út hjá þeim þarna í lok hrinunar. Hefðu getað komist 3 stigum yfir þegar Píot átti uppgjöf en KM svöruðu bara vel og lokuðu þessari fyrstu hrinu. Það taka okkur bara örstunda pásu fram að annar hrinu.
hrina framundan. Afturhending verður að svara þessu. Þessari fyrstu hrinu sem þið töpuðu. Það svo sem bara ein leið til að svara því, það að vinna þessa. Greinlega stemning í Mosó. Gott við úti og svona og þá eru allir hressir. Ég svona mest ánægðastu með KA-manninn í stúkunni sem með hjálminn. Þá kemur uppgjöf frá Filip. Já, kemur þessu yfir. Þetta virkilega vel gert hjá KA að ná í þetta stig 1-0. Alasdair sem náði hérna sóknarstig. Þá kemur Filip aftur. Þeir gera þetta vel og svo kemur smassið, býtur við. KA-menn að ná í annað stig. Ná ekki að koma þessu yfir. Alasdair Arnar að það blokkstíð þarna. Og Filip aftur yfir. Reyna afturlíkamenn að svara þessu og þessi var lúmskur. Þessi var nokkuð lúmskur þar ég að segja. Ingólfur Hilmar. Öflut hjá honum. Og nú fer hann í uppgjöfuna. Fer yfir. Filip setur hann upp og svo kemur smassið. Hver á stíið. Já, afturlík á stíið. 2-2. Við skrifast á Alexander. Ingólfur það fjarkast í sjáum aftur og þessi bara út af 3-2. Þessi boltur yfir og Filip reynir að komast til að Afturhendinga sækir sér veðrið 3-3. Og Felix fyrir að taka þetta. Boltin yfir, vel gert og Filip setur hann upp og Kvindin með smassið. Svakalega fast hjá honum. 4-3. Nú fá Alexander. Það var mikilvægur í sóknarlínum. Hér kemur þetta fínasta uppgjöf hjá honum. Svo koma þeir í leik, Eduardo setur hann yfir. Svo spilar þessu Filip. Setur hann og þetta laglegt smass. Sigþór kemur KA-mönnum í 5-3. Alexander tekur þessu uppgjöf. Þetta fer yfir. Svo spilar þessu upp og Eduardo með smassið. Hann inni. 5-4. Basti. Hvað ætlar hann að gera? Þessi út af. KA 6. 8-4. Aðeins svo fastu boltið hann hjá Basta. Þau kemur þá út af Nóra Kvindin. Já, þetta fín uppgjöf hjá honum og þeir spila þessu svo upp. Þá kemur Eduardo með fasta bolta aftur yfir. Nú spila þessu bara upp, Filip setur upp og þetta fast enn og aftur
Sigþór 7-4 KA. Kemur Kvindin. Nú aftur góð uppgjöf frá honum. Svo spilar þessu upp Eduardo með smassið. Afturhending á þetta stig. 7-5. Filip hann gerði mistök. Kemur uppgjöf frá afturhendingu. Þetta er virkilega fastur bolti sem fer út af KA 8, afturhending 5 með góða þryggjastega fórustu. Kemur Sigþór. Fastur bolti frá honum. Já, hérna hér. Þetta var alveg uppgjöf. Fá að sjá hvað er á svona uppgjöf. Nei, þetta fyrir netið. Getur verið örugglega þvílíkt erfitt að stýra svona bolta. Þvílíkt power í honum ykkar síðar. Eduardo núna í uppgjöfuna. Boltin yfir, spildi upp á Filip upp og svo kemur smassið. Mason 10-6. Heimamenn þurfa að fara að ná einhver stig. Við erum alltaf að fá kontrúsleik. Kemur boltin yfir. Það er að redda þessu. Já, þeir gera það. Og þetta er vel gert hjá KA að ná í 11. stigið. Settu afturhendingamenn hann undir pressu. Og kemur Mason. Já, setur þetta yfir. Kemur uppspilið og fastur bolti, góð vörn á því á KA-munum. Svo aftur upp og svo kemur Felix reynir þetta, komum yfir. Afturhending á þetta stig. Sýnst að vera Filip þarna sem að gerði þessi sekundum mistök. 11-7. Kemur boltinn yfir, spila þessu upp, Kvindin. Já, með skemmtilegt tilþrif. Fínasta vörn hjá KA, nú halda þessi inn á. Og svo komaði boltanur, þetta var vel gert. Lauma honum bara hana yfir Ingóla með síndist. 12-7. Þá fer Filip í uppgjöfuna. Já, kemur þessum bolta yfir, hann kemur Basti, hann hætti við. Og Felix yfir, já, þetta var vel gert. Við veitum síðan að Gunnar Pálmi sé núna komin inn í Frelsingjan. Hér kemur uppgjörn, þetta er allt of fastur bolti. Það er gefinn stig fyrir KA. Það kemur Ævar. Já, þetta er fínu uppgjörn. Og Basti, já. Þessi á lúmskur. Þruma honum bara niður í jörðina. Gólfið rétt að sagt. Filip setur hann upp á Kvindin með smassi, fer að vörninni og KA á stíið. 14-9.
Boltinn yfir, setur henni í spilið og svo smassið frá Píot. Vel gert þarna í afturhendingu. Það afturhending sem gerir skiptingu út af leikmaður númer 7, Sebastian Mayer. Og Sebastian að koma út af. Kemur Hilmir Berg í uppgjöfuna. Og þetta út af 15-10 Káa. Og það Hilmir og... Nú kemur Basti aftur inn á. Nú kemur Kvindinn, fáum einhverja rosalega uppgjöf frá honum eða hvað. Já, þetta er svakalega uppgjöf, 16-10. Og leiklega sínum sem að afturhending hefur ákveða að taka. Það þarf eitthvað mikið að gerast til þess að afturhendingin á að koma tilbaka í þessari hrínu. Getur verið ansi strempið og erfitt að ná Káamönnum þegar með 60 að fórustu. Hann nú átti með fína uppgjöf, koma þessu í spilið. Þetta var virkilega vel gert. Ég vil segja að Píotr átti þetta smass 16-11. Þetta er virkilega först uppgjöf. Spilur sig Fílip og Mason 17-11. Kemur Sigþór. Kemur þessi yfir en þessi er út af. Hann var að reyna að gæla við Ás. 17-12. Við kemur uppgjöfin og þessi er líka út af. Við þurfum að þess að fara að stilla betur í þessum uppgjöfum. Þetta Mason hvað var hann að bjóða upp á? Henn og aftur er uppgjöfin í eitthvað rugl. Nú er þetta leikur Fílip, setur hann upp á Alexander og þessi bolti út af honum. Fasti bolti en hitti ekki á völlinn. 18-14 er staðan. Kemur uppgjöf, fer ofan á netið. Kemur Fílip, setur hann upp á Kvindinn. Kvindinn með smassi og vörðinn í afturhendingu. Náði ekki að stöðva þetta. 19-14. Kemur Fílip. Setur hann yfir. Svo kemur við spilið og svo er fastur bolti þarna. Vel stöðvað hjá gestunum. Felix náði ekki að koma þessu almennilega yfir og Alexander Arnar græjaði þetta. Eduardo setur hann upp og Píot með fasta bolta en vel gert hjá vörninni.
Afturlendingamenn þurfa að ná þurfa að fá þessi mörg stig núna í röð til þess að vera inn í þessari hreinu. Kemur eftir yfir Phillips, setur hann upp og svo kemur massív Ævar Freyr með það 21-15. KM að spila virkilega vel. Afturlendingamenn lítu töluvert betur út í fyrsta hreinu heldur en í þessari. Ævar Freyr kemur hún yfir. Og aftur á KM stíði 22-15. Það er ekki leikli. Það er spurning. Spurning hvað Afturlendingamenn gera. Stráko að lesa í sínum mönnum með Afturlendingu. Ævar Freyr. Og kemur þessu yfir, þeir taka vel á móti þessu, Ingólfur upp og svo kemur Píot með fastra bolta. En KM fá stíið, fasti, þessi Eduard og félagar byrjar að fagna svolítið sama, 23-15. Og þessi fer svona ofan á netið og svo kemur Ingólfur með boltan upp á Basti með fast smass. Hvernig finnst þér að Felix var bara fest þarna í netinu? Það getur gerst. Felix og þetta er í netið 24-16. Og nú geta KM unnið þessa hreinu. Alexander Arnar. Kemur hún yfir, taka vel á móti þessu, Ingólfur upp, Eduardo. Og áfram heldur leikurinn. Eduardo aftur. Völlur gerir vel og KM fá stíið 25-16, 2-0 er staðan. Þetta lítur ansi vel út hjá gestunum. Einnig hreinu frá því að komast í úrslitaeinvígið. Það lítur vel út að KM spilu þessar hreinu virkilega vel. Afturlendingamenn í basli og það þarf mikið að gerast til þess að Afturlending vinni þennan leik. Þurfa líka að hafa smá heppnina með sér í þessari þriðju hreinu. Bara að keyra sig í gangi eins og þessari fyrstu hreinu lítur mjög vel út í henni en allt annað að sjá það í annari.
Þá þessi þriðja reyna að fara á stað. Ingólfur þarf að ná í annan slíka núna. Nei, hann gerir það ekki. 1-1. Og þegar KM uppgjöf þá kemur hún. Það komið spil, Ingólfur gerir það og svo reynar hann lauma honum yfir. KM fá stigið 2-1. Sigþór sem fær hann að blokkstigið. Það kemur Ævar. Og þessi bolti yfir. Lóttur spila hann upp og Piotr hann finnur að þruma þessi yfir og hann gerir það. 2-2. 3-2 segi ég. 3-1 rétt að sagt. Taplar eitthvað að stiga okkur. Bolti yfir og Ingólfur gerir vel og Basti kemur þessi yfir. Svo kemur spilið Sigþór, allar að koma sig yfir en afturhalding fæst stigið. Felix í uppgjöfuna. Kemur hún. Það er góð uppgjöf frá honum. Og svo kemur smassið þarna frá Alexander. 4-2. Alexander í uppgjöfuna. Já, þetta er hínu uppgjöf. Taka vel á móti þessu. Piotr kemur hún upp en KM að fá þetta stig. 5-2. Uppspilið gekk eitthvað illa annað upp í afturhaldingu. Boltinn yfir, Piotr setur hann upp og Eduardo með fastan bolta. 5-3. Bætti upp fyrir mistökin á hann. Og alltaf Basti. Hvað alltaf Basti að bjóða upp á. Hann kemur þessum yfir örugglega. Filip setur hann upp, Kvitinn með smassið, þessi er inni.
6-3. En nú aftur Afturelding að byrja þessa hreinu erfiðlega. Þá kemur einn af þessum gullu uppgjöfum frá Kvittin. Fastur bolti og svo náður að lauma honum yfir. 7-3. Það er svo erfitt að stöðva þessar uppgjafir. Og Fílip hann kláraði þessa sókn. Með Kvittin. Þrumar þessu í netið. Píotr í uppgjöfuna. Hér kemur hún. Já, góður bolti, virkilega vel gert hjá Píotr. Nær í ásinn. Gunnar Pálmi djarfleikum með að taka á móti þessari uppgjöf. Kemur Píotr aftur. Nú náður hins var að taka á móti þessu og Káa fær þetta stig. Þarna tók Gunnar virkilega vel á móti boltanum og Mason náði svo í stigið. 8-5. Nú fáum við Sigþór sem bolti yfir, já, Ingólfur kemur hann upp og svo kemur smassið. Ná að verjast því Ingólfur aftur og Eduardo fær stigið fyrir Aftureldingu. Sýntist Fílip hann að fara utan í liðið. Það kemur upp hér, taka á móti þessu Fílip, setur hann upp. Svo kemur þetta fastur bolti. Ævar. 9-6. 3 stiga munur. Mason, rauðin kominn á honum. Setur þetta yfir og upp. Ingólfur setur aftur fyrir sig og þetta er vel gert þarna Felix og svo kemur Kvittin með smassið, ná að halda þessu á lífi. Svo kemur bara bolti yfir og Ævar reynir að setja hann yfir. Það byttur við. Já. Það er Káa sem fær þetta stig. 10-6. Yfir og býtur við náða að redda þessu, nei, ná því ekki. 11-6. 5 stiga munur. Þetta er orðið rosalega erfitt. Afturelding tekur leikli. 5 stiga munur. Þessi hrina virðist vera að þokast út í það sama og var að gerast í annari. Píotr eitthvað aðeins að ræða málin. Setur þetta yfir og kemur Ingólfur, setur hann upp og kemur smassið. Alexander sem á það. 11-7. Hörgur smass á honum. Alexander ætlar að taka þessu uppgjöf. Setja í spilið, Fílip setur hann upp og vel gert þarna
Alexander Armar snöggur að koma honum yfir 12-7 og Filip ætlar núna að taka uppgjöfina, gerir það vel, boltinn upp, Ingólfur setur hann á Basta og Basti vinnur stigið. Alexander Armar gerði þarna mistök liði KA. Kemur Ingólfur, kemur þessu bolta yfir og Filip setur hann upp og svo þetta var fínasta smalt frá Ævari. Ingólfur setur hann upp og kemur fastur bolti þarna frá Piotr, ná hins vegar að halda þessu á lífi en stigið fer á afturhendingu 13-9. Þetta er ekki fast en KA er bara að nýta sér þetta. Alexander Armar gerði það, Sigþór með fína móttöku. Það kemur Alexander Armar. Já, setur þetta yfir og kemur Ingólfur, fær hann upp og kemur fastur bolti en út af Þóran hjá Eduardo. 15-9, 6 stiga munur. Ég get ekki betur séð að KA sé að fara að landa þessu. Og það er svo sem ekkert sjokkrandi við það með hvernig þeir hafa verið að spila. Ingólfur setur hann svo upp, Eduardo og laumar þessu bolta yfir. Skemmtilegt hjá honum. 15-10 og Basti kemur út af og Valens Torfi að koma inn á. Það kemur uppgjöfin. Fyrir yfir. Filip setur hann upp, Quintin. Þessi er í netið, haldur honum á lífi. Og afturhending reyna að redda þessu og fínasta vörnandi á KA. 16-10. Þetta getur sér að það var Mason sem átt þetta. Afturhending maður reynda að lauma sig yfir en Mason kom í veg fyrir það. Þessi er í netið, Quintin. Aðeins og fastur. Náði ekki að stýra þessu 16-11. Og kemur uppgjöfin. Þessi bara út af. Afturhending með KA sem átt stig. Sautján 11. KA þurfa bara 8 stig og þetta fyrir bara í netið. Sigþór náði ekki að koma þessu yfir. Það var það Eduardo. Þetta er bara yfirveða hjá honum. Svo kemur smassið, Filip setur hann aftur upp og svo Mason. Taka vel á móti þessu, Ingólfur upp og Piotr. En vörnin hjá KA, hún er búin að vera frábær hér í kvöld. 18-12. Já, Vigfús að mæta aftur til leiks.
Hér kemur uppkjöf frá honum. Eduardo setur hann upp, Ingólfur. Bjótis Massi þetta fyrir Alexander. Filip setur hann upp, Quintin. Kemur þessu örugglega yfir, Ingólfur setur hann upp. Og ennþá er að bóttin leik Ævar út á Filip, en nei, Quintin stelur þessu. Og Vigfús á Filip. Og svo kemur Smassi frá. Það er Sigþór sem á þá, Afturelding fær stigið. Skemmtileg, sókn auka síður. Átján 13. Fáum við endurkomu frá Aftureldingu. Alexander með uppgjöfuna. Filip setur hann upp. Með skemmtilegt spilað að káa með. Það er hraða sókn. Afturelding að vinka munin enn frekar 18-14. 4 stiga munur. Það er að tætt í þessu. Filip og Ævar með skemmtileg tiltrif þarna, taka frá lúskan aftur fyrir sig og káa með fá þetta stig 19-14. Virkilega hrifinn af alls konar galdrabröðum í þessu. Kemur ekki inn, þessu gáði þetta Ingólfur, setur hann upp og kemur Smassið og þetta leit ágætlega út þessi vörn hjá Káa en náði því miður ekki fyrir þá að sækja stigið. Þá er það Ingólfur, setur hann yfir. Filip upp, Alexander og Quintin, fastur bolti frá honum, 20-15. Nú lítur þetta vel út hjá Káa. Lítur allt út fyrir að þeir sé að gera sér góða ferð í Mosó. Það kemur Ævar. Setur þetta yfir, erfið móttaka, Ingólfur kemur sig yfir, Quintin, laumar hún yfir aftur, Felix upp og þessi bolti frá Piotr ekki góður, 21-15 og Ævar heldur áfram í uppgjöfunum og Afturelding tekur leikhlé. Káður vantar aðeins 4 stig. Fín fyrstar hérna hjá Aftureldingu en þessar seinni tvær ekki nógu góðar. Eins og það segir sigurvegarinn úr þessar rimmu mætir HK Garri Ás og félögum. Það er ekkert grín. En nú ætlar Ævar að taka uppgjöf. Með Káa, þeir klappa með. Þau kemur ekki inn og þetta er slæm móttaka. Felix nær ekki að taka nú vel á móti þessu 22-15 og Ævar ætlar bara að halda áfram. Líður bara vel í uppgjöfunum. Þessi bolti er yfir, Felix tekur núna vel á móti sig Ingólfur og Afturelding fær þetta stig, full mikil ákefð þarna í Káa, 22-16.
Sjáum hvað gerist hér. Kemur Felix. Setur þetta í netið. Átti slaka móttöku. Verið stuttu og svo þessu uppgjöf. Nú verðist þetta bara að vera formsatriði fyrir K að klára þetta. Já. Vigfús komur út af. 23-17 núna staðan. Það var að Basti setur hennar bolta yfir. Nú kemur Quintin með smassið og þeir ná ekki að... Nei. 24-17. Nú getur Quintin bara sent KM í úrslit. Það svolítið svoleiðis. Það gerir Quintin. Fastur bolti og taka vel á mótunum hana. Ingólfur setur hann upp. Og hann þetta í gangi. Ingólfur aftur upp. Og smassið, virkilega góð vörn hann frá KA og afturhending fæst í 24-18. Nú mikil pressa í uppgjöfunni í Píot. Verður raunverulega bara að koma boltanum yfir. Sem hann gerir. Frábær ás frá honum. Heldur þeim inn í leiknum. En pressan ennþá á honum. Spurning hvort hann taki þetta yfir við hann núna. Þetta fastur bolti, taka vel á mótunum. Filip og Mason þrumar þessum í gólfið og klára þetta leik 25-19. Þessi leikur enda 3-0 fyrir KA sem komið í úrslitaeinvíð á móti HK. Magnaður leikur hjá KA-mönnum. Úrslitaeinvíð framöndan, fyrsti leikur þar. Það 10. apríl. Og það byrði ekki eftir 6 daga. Reymann fer milli 10. og 21. apríl. Og nú þakka leikmenn fyrir sig. Ég ætla bara að leyfa myndunum að tala. Brynjar Ingi Erlendsson þakka fyrir sig. Nýjar vörur, Under Armour Kringlunni, Altis Bæjarhrauni, altis.is. Verslunartækni. Allt fyrir verslanir, vöruhús og lager. Verslunartækni, Draghálsi 4.
Það ekki margir sem vita það, en BKI stendur fyrir brasilískan kaffiinnflutning. Því að ástríða okkar fyrir kaffi hefur rætur að rekja til Brasilíu. BKI, hágæða kaffi á betra verði. Regis býður upp á nútímalega skrifstofu aðstöðu frá 39.990 á mánuði eða aðeins 1.330 krónur á dag á 6 stöðum á Íslandi í 120 löndum. Eitt verð og allt innifalið. Regis.is Innocent. Náttúrulega ferskir drykkir. Sport FM. Mér finnst bara að það hvernig þetta hefur virkað fyrir mig og hvað það hefur bætt líðan og gefið mér aukna orku til þess að fara í þessa göngu og ganga á fjöll. Daginn eftir þú finnur ekki fyrir neinu, sama hvað þau hefur verið að ganga á fjörðin hérna og upp á fjöll. Maður er aldrei með hassberið. Líka það hvað maður er fljótur að jafna sig eftir átök. Handboltaveisla á Sport TV og Sport TV 2 á fimmtudaginn 5. apríl klukkan 16:15 Noregur Ísland, klukkan 18:45 Frakkland Danmörk. Gulldeildin á Sport TV og Sport TV 2, heimili meistaranna. Sport FM. Jeg kom til verden på 5. sal. Min far var tosset, min mor var normal. Men da de kørte ham væk, sagde mor til mig: hvad gør vi nu, lille du? Jeg gik i skole i mange år, røg på fabrik og fik mavesår.
se, at det hele er ved at gå fuldstændig agurk. Så hvad gør vi nu, din gamle skurk? Men han grinte bare og sagde, nej, du kan sgu gå fanden